Velkomin í litla útvarpsleikhúsið. Nú verður flutt leikritið Ungfrú Ísland sem útvarpsleikrit í 4 litlum þáttum. Leikendur eru Barði Guðmundsson, alvöru leikari, og Kikka K.M. Sigurðardóttir, amatör. Tæknimaðurinn er Elvar Geir Sævarsson og höfundur óþekktur. Einu sinni var í kóngsríki langt í burtu að ráðgjafi konungs og helsti bandamaður fékk þá flugu í höfuðið að hann vildi verða konungur. Ráðgjafinn ól með sér þá hugmynd lengi og fór loks að ráðfæra sig við aðra ráðgjafa sem allir sögðu honum að skella sér bara í þetta. Þeir myndu styðja hann. Ráðgjafinn sem heitir Bjarni Bandit ákvað að gera þetta friðsamlega og fór á fund konungsins þar sem hann sat í gullgeymslunni sinni og taldi peninga. 10.000 milljón og 5 gullpeningar, 10.000 milljón og 6 gullpeningar. Yðar hátign. Æ, Bjarni, nú ertu að trufla mig. Ég þarf að byrja upp á nýtt að telja. Þú ert enga stund að endurtelja. Þú ert svo góður í því. Já, ok, fyrst þú segir það. En hvað get ég gert fyrir þig? Þetta nú kannski smá viðkvæmt mál. Nú? En við ráðgjafarnir höfum komist að því að það er valdameira og virðulegra embætti en að vera konungur. Nú? Og hvað er það? Það er að vera Ungfrú Ísland. Og það er fólkið sjálft sem velur þig og þú verður vinsæll og allir elska þig. Nú? Er það betra en að vera konungur? Já, miklu betra. Ég þarf að skoða þetta með öllum ráðgjöfunum mínum og svo taka einhverja ákvörðun. Það er mikið að gera hjá mér sem konungur en ég veit ekki hvort ég hef tíma til að bæta þessu við mig. Nei, þú bætur ekki við. Það er ennþá meira að gera sem Ungfrú Ísland en sem konungur. Við yrðum að finna einhvern sem gæti tekið við sem konungur. Dettur þér einhver í hug? Ég er ekki viss að ég vilja hætta sem konungur. Þetta er rosalega þægileg innivinna. En Ungfrú Ísland er það líka bara miklu skemmtilegri. Ég skal hugsa þetta, en mér finnst bara fínt að vera konungur. Annar þáttur. Þó konungur hafi verið tregur til varð hann mjög áhugasamur Ungfrú Ísland og ákvað að halda fund með ráðgjöfunum sínum til að ræða þessa frábæru hugmynd. Það hljómaði eitthvað svo vel að vera fegurðardrottning en hann var samt smá efins, enda á fínum launum sem konungur og þurfti ekkert að gera nema skipa öðrum fyrir. Hann vissi að þó hann hefði verið orðinn óvinsæll konungur, þá gæti hann einhvern veginn orðið vinsæl fegurðardrottning. Þetta snerist fundurinn. Bjarni Bandit, vill að ég láti kjósa mig sem Ungfrú Ísland? Hvað finnst ykkur það? Mér finnst það bara eiginlega frábæra mitt. Algjör snilld og þú verður svaka vinsæll fegurðardrottning þó að sést orðinn mjög óvinsæll konungur. Bíða aðeins. Verð ég að hætta sem konungur og vera bara fegurðardrottning? Ekki bara. Þú ert sko ávinsæll drottning. Aha. En það er kannski betra en að vera konungur. En ég verð þá að vera algjörlega 100% viss að ég vinni, að fólkið kjósi mig. Þó ég sé orðinn frekar óvinsæll og sérhagsmunasinnaður konungur. Þú getur alveg verið handviss það. Þú hefur allt til að bera til að vera frábær fegurðardrottning. Segðu bara af þér sem konungur, við finnum einhvern annan og svo látum við alla kjósa þig. Ungfrú Ísland. Ó, já, einmitt, til í það. Já. Make a sense.
Þið eru bestu ráðgjafar sem ég get hugsað mér. Komið þið með mér þegar ég verð orðin ungfrú Ísland. Ég þarf alveg örugglega líka ráðgjafa þar. Já, sko, við getum skoða það. En þegar við erum búnir að finna nýjan konung, þarf hann örugglega á góðum ráðgjöfum að halda. Nákvæmlega, og þú veist, við getum alveg hjálpa þér, við bara ræddum þessu, menn við elskum þig. Elskum þig. Þú veist, við elskum þig, bara Ég kýli bara á þetta. Þetta er greinilega mikilvægt og áhrifamikið embætti. Ég segi hér með að mér sem konungur og ætla að fara í að láta kjósa mig ungfrú Ísland. Já, ég er að fíla þetta. Þú verður æðisleg drottning. Ég er að fíla þetta. Já, ég verð fegurðardrottning. Þriðji þáttur. Að það haustaði hjá heimsauðvaldinu og frostið þú eftir að býta okkur meir, nema því aðeins að okkur takist að snúa vörn í sókn. Ráðgjafarnir sitja saman og að plotta hver þeirra á að verða konungur. Bjarni Bandit á því að hann eigi að vera konungur, enda hafi það verið hann sem kom konunginum frá. Sko, mér finnst það nú bara að liggja í augum uppi að ég verði konungur. Enda kom ég með þessa hugmynd og kom konunginum frá. Og nú þurfum við að láta eins og við viljum að hann verði ungfrú Ísland og svona. Allt mér að þakka. Þú sko, það vita allir að þú ert svo spilltur. Þú er alveg hveðilega konungur. Svo það bara almann rómur að þú sé svo sjálfselskur að það sé varla hægt að vera nálægt þér. Hvaða? Þið eru bara afbrýðisamir af því að mér datt þetta í hug. Og eins og þið ljúið ekki líka og stelið. Ekki svo mikið. Já, nei, ég meina, ég kannski tók einu sinni og það ekki eftir saman mig. Það var nú líka alveg óvart. Já, ég meina, þú veist, ég tók eitthvað ábyrgð. Þá er það ákveðið. Ég er kongur og ekki þið. Og ég þarf enga ráðgjafa svo þið eru reknir. Æ, þú veist hvað? Hvað meinar? Nei, þú veist hvað Þú standa með þér allir þessi á og þú skuldar. Nei, ég er ekki það. Þú veist það. Hálfið. Fjórði þáttur. Ég er með mikla reynslu í að telja peninga, skipa fólki fyrir, standa ekki við gefin loforð og almennt líta stórt á sjálfan mig. Og þess vegna held ég að það sé best fyrir fólkið að velja mig sem ungfrú Ísland, svo það geti haldið áfram að dást á mér. Við þökkum þér fyrir fráfarandi konungur. Nú, þá höfum við heyrt í öllum frambjóðendum til embættis ungfrúr Ísland og kosning er komin í gang. Þetta er rafræn kosning af því að við erum svo fá og getum auðvitað gert þetta hratt og án þess að svindla. Allir að kjósa núna. Jæja, niðurstaðan liggur fyrir nú þegar. Svo okkur er ekki til setuna boðið. Ungfrú Ísland ekki fyrir kóngurinn okkar, heldur frænka Bjarna Bandita sem er á hrakhólum og vill búa frítt í ungfrú Ísland íbúðinni. Konungurinn fyrrverandi var ekki ánægður með niðurstöðuna og fór á fund Bjarna Bandit sem hafði komið allri þessari hringavitleysu í gang. Members of the crew today speak English and Hindi. Thank you and enjoy award-winning on-board service.
var búið að segja mér að ég myndi vinna og ég geti verið ungfrú Ísland í mörg ár. Ég hætti meira að segja sem konungur. Og hvað á ég að gera núna? Ég vil bara verða konungur aftur. Er það nokkuð mál? En ég var viss að þú yrðir ungfrú Ísland. Við ráðgjafarnir og ég, við kusum þig í alvöru, alveg satt. Ég kaus þig. Nei, en eins og ég sagði þá vil ég bara aftur verða konungur. En veistu, það gengur ekki. Ég er konungurinn núna. Reyndar ennþá óvinsælli en þú varst, en samt kóngurinn. Og ég er svo valdagráður að ég gef ekki hásætið eftir. Aldrei nokkuð tíma. Hvað á ég þá að gera? Mér finnst þess að þú hefur haft mig að fífli, svo þú gæti sest í sætið mitt. Nei, ég myndi aldrei nokkuð tíma að gera það. Eða sko, allavega ekki þannig að þú myndi fatta það. Ég held að allar stöður við hirðina séu bara full mannaðar. Þannig ég bara hef ekki neitt fyrir því augnablikinu, því miður. Ansans, ertu alveg viss? Þig vantar ekki drottningu eða eitthvað svoleiðis? Já, nema að því þú myndist á fífl, þá er staðið hirðfíflisins laus, ef þú hefur áhuga. Helvítið þitt. Flutt var útvarpsleikritið Ungfrú Ísland. Höfundur óþekktur. Persónur og leikendur: Gamli konungurinn, Barði Guðmundsson, Bjarni Bandit, Kikka K.M. Sigurðardóttir, Ráðgjafi 1, Barði Guðmundsson, Ráðgjafi 2, Kikka K.M. Sigurðardóttir, stjórnandi fegurðarsamkeppninnar, Kikka K.M. Sigurðardóttir, sögumaður Barði Guðmundsson, tæknimaður var Elvar Geir Sævarsson. Hljóðupptaka fór fram í hljóðstofunni í ágúst 2024. Við þökkum þeim hlýddu.